ágætu áhorfendur og hlustendur. Þetta er morgunþáttur miðjunnar. Ég heiti Sigurður Magnús Egilsson. Hjá mér verður einn gestur í dag. Það er ungkona sem er bæjarfulltrúi í Kópavogi og heitir Sigurbjörg Egilsdóttir. Hún hefur látið til sín taka í bæjarstjórninni. Hún er ófeimin. Hún hefur kært einn félaga sinn í bæjarstjórn, sjálfstæðismann, til siðanefndar vegna viðskipta sem kemur betur fram í viðtalinu þaðan á eftir. Og eins hefur hún líka kært bæjarstjórnina fyrir verkfallsbrot. Það er tökkur í Sigurbjörgu. En áður en við tölum við hana, þá ætla ég aðeins að fara yfir það helsta sem ég hef séð í fjölmiðlum það sem af degi. Mér finnst Óli Björn Kárason, ég hef oft sagt það, mér finnst Óli Björn Kárason vera svona helsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ekki vegna þess að ég er sammála honum í skoðunum en neitt í þá veru, heldur hitt að hann er svo trúr eigin skoðun. Í dag, 1. apríl, kannski er þetta aprílgap hjá honum, ég veit það ekki, en samt er hann að herja á sögur sem hann hefur áður sagt. Hann er enn og aftur að vekja athygli á því að hann vill að almenningur, ég og þú, að við fáum einhvern skattaslátt ef við leggjum sparifé okkar í áhætturekstur í íslenskum fyrirtækjum. Fyrir eigum við stóran hluta í öllum íslenskum skráðum fyrirtækjum gegnum lífeyrissjóðina. En Óla Birni dreymir að við setjum líka sparifé, svona prívat sparifé okkar inn í áhættureksturinn. Við getum ekki ímynda okkur ef við hefum farið að vilja hans að þetta system væri komið í gang og fólk hefði ofan á það sem er að gerast bæði hér og í heiminum öllum, lagt sparifé okkar í kauphöllina og horft á það bara hrynja bara alveg á fleygiferð. Það eru núna, við sjáum það, að til dæmis Bláa lónið sem búið að vera mikið í umræðinni, sögum þess að þeir eru að fara njóta ríkisaðstoðar við að borga fólkinu sínu laun, að þeir voru að auka hlut sinn í Icelandair, það eru kauptækifæri. Ef ég og þú hefðum átt peninga í Icelandair, þá væri svona hrækamar eins og Bláa lónið að kaupa það núna á hrakvirði. Ég held að satt að segja að það sé ekki það sem við þurfum að leggja sparifé okkar í áhætturekstur eins og í íslensku kauphöllinni. Hitt er svo annað sem vekur svo athygli núna, það er það að það er vilji til þess innan Samtaka atvinnulífsins að umsamdar launahækkanir núna sem eiga að taka gildi í dag, að þeim verði frestað, slegnar af. Vilhjálmur Birgisson hefur opnað á aftur að hann segir að það komi ekki til greina, bara aldrei, en hann sé aftur til umræðu það að framlag vinnuveitenda, launagreiðenda í lífeyrissjóðsgreiðslur lækki tímabundið á þessu núna á meðan á þessu furðulega ástandi varir. En svo aðeins úr pólitíkinni meira, það er tekist á, og var tekist á, það nú bara konir í þinginu komið bara í sóttkví, þeir afgreiddu málin bara á færibandi, og enn oft kristallast það hvað þessi mikill munur á stjórn og stjórnarandstöðu og hvernig fólk skiptir hlutverk bara á hvoru megin það er. Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrum forsætisráðherra, hann sagði í þingræðu: ég verð að játa að þótt tiltölulega fátt komi mann á óvart í stjórnmálum, kemur á óvart að stjórnarmeirihluti skuli ekki hafa sýnt neina viðleitni til að koma til móts við stjórnarandstöðuna varðandi þessar tillögur sem allar eru ætlaðar til úrbóta, en fá nú allar höfnun frá stjórnarmeirihlutunum. Að því virðist eingöngu vegna þess hvaðan þær koma. Þetta er gamalt stef og margtuggið. Og svo næst er að Sigmundur Davíð verður í ríkisstjórn, hvernig sem það verður, ég veit ekki það, að þá mun hann fella allar tillögur stjórnarandstöðunum. En svo þegar hann í stjórnarandstöðu þá kvartar hann og kveinar yfir því að stjórnarmeirihlutin skuli fella allar tillögurnar. Svona er þetta almennt og það sem er reyndar svolítið merkilegt. Nú þegar áður en að tölum við Sigurbjörgu Egilsdóttur, þá ætla ég að sorpumálið, við þekkjum það öll. Til að verja stjórn Sorpu ganga fram Vinstri-grænir í Reykjavík, Píratar í Reykjavík, Viðreisn í Reykjavík og Samfylkingar í Reykjavík. Svo koma bæjarmörkin, næst byggð sunnan við Reykjavík Kópavogur. Og þar vilja
fulltrúar sömu flokka, Pírata, Vinstri-grænna, Samfylkingar og Viðreisnar, ganga með til bóls og höfuðs á stjórninni. Það er sem sagt að sömu flokkar, sitt hvorum yfir bæjarmörkin, hafa algjörlega sitt hvora skoðunum hvernig ég að tækla sorpumál. Svona er þetta allt saman, en ég hef nú sagt nú í bili, ég ætla nú að segja nokkur orð kannski áður en þátturinn er allur, en framundan er viðtalið við Sigurbjörgu Egilsdóttur bæjarfulltrúa í Kópavogi. Ágætt áhorfendur, gestur þáttarins er komin til okkar, það er Sigurbjörg Erla Egilsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi. Vertu velkomin. Takk. Ástæðan fyrir því ég bað þér að koma, það er einkum tvær. Það er annars vegar að Eflingaverkfallið sem við búum að fresta núna, að það tók mikið á og bæjarstjórn Kópavogs, sem þú ert nú sætt í henni, óskaði eftir undanþágum út í það óendanlega. En fengu ekki nema bara það sem var bráðnauðsynlegt. En síðan gerist það að það er framið verkfallsbrot á bæjarskrifstofunni og þú gerir alveg athugasemd við þetta. Segðu okkur, hvað var það? Það var bæjarstjórnarfundur á þriðjudaginn síðustu viku og það hefði komið fréttir þarna fyrr morguninn að það hefði sem sagt ekki, samninganefndin hafði skilst mér bara varla litið á það sem Efling lagði fram, þannig að fundinum var slitið eftir 10 mínútur. En Efling ákveði framhaldinu að fresta verkföllum frá miðnætti. Og ég kem snemma upp í bæjarstjórnarsal til þess að undirbúa mig fyrir fundin vegna þess að börnin mín eru búin að vera heima í verkfalli, 2 leikskólabörnin mín. Þannig að ég kem hingað til þess að vinna og er búin að sitja hérna í einhver smá stund og þá kemur inn kona að þrífa og þau sem að þrífa hérna hjá bænum, þau eru í Eflingu og það er ekki búið að þrífa hérna í allan þennan tíma fyrir utan það bæjarstjóri hefur nú tekið eitthvað aðeins til hendinni. Þannig að ég var mjög hissa og spyr hana hvort hún sé ekki í Eflingu. Jú, þannig að ég hef samband við Eflingu og spyr hvort það sé heimilt fyrir þessum þrifum. Það var nú aldeilis ekki og þau voru jafn hissa og ég og höfðu samband við bæjarstjóra, skilst mér. En svo raunverulega bara heyri ég ekkert mikið meira af þessu nema það hefur samband við mig lögmaður frá Eflingu. Fær bara söguna staðfesta frá mér. Ég hafi verið og orðið vitni að þessu svona. Og svo hefur samband við mig blaðamaður frá Fréttablaðinu og ég segi honum söguna mína líka. Svo þegar ég les fréttina, þá koma þarna skýringar frá yfirvöldum hérna í bænum sem eru bara passa alls ekkert við það sem ég varð vitni að hérna vegna þess að það er sagt að hún hafi til dæmis verið stoppuð af en ég var hérna allan tíman með hana þrif og þar til hún fór. En það sem ég finnst verst er að Fréttablaðið skýra þarna frá því að hún hafi verið beðin að koma að þrífa fyrir hennar bæjarstjórnarfund, lofað auka greiðslu fyrir það, einhverjum yfirvinnutímum. En svo eru skilaboðin frá bæjarskrifstofunum hérna bara þetta hafi bara verið eintómur misskilningur, hún átti ekki að koma að þrífa þennan dag, bara næsta dag, þegar verkfallið væri búið. Ég átta mikið á hvernig þetta getur verið misskilningur, hvernig hún gat talið sig hafa átt að koma að þrífa fyrir bæjarstjórnarfund og fá yfirvinnu greidda fyrir það ef hún átti bara að mæta á sínu venjulega tíma næsta dag, engin yfirvinna falin í því og bæjarstjórnarfundurum búinn. Ég segi, þú keyptir þessa skýringar og þú reynir að gefa þessu einhvern, þú segir bara ömurlegt. Mér finnst þetta bara ekkert annað og þú veist, þegar hún kemur hérna inn að þrífa og ég hugsa bara og svo fæ ég staðfest hjá Eflingu að það sé ekki heimilt fyrir þessu, þetta sé verkfallsbrot. Hún er að koma inn og þrífa fyrir mig, þú veist, bæjarstjórnarsalinn í verkfalli. Á meðan við erum með viðkvæma hópa hérna alls staðar búin að líða fyrir skerta þjónustu út af verkfalli. En svo er þetta einhvern veginn, mest að bara svo, bara ömurleg tilfinning. Já, sem það eflaust var og einmitt á meðan þetta var mjög viðkvæm stað eins og þú segir, já þeim sem kannski þurftu mjög á þjónustu að halda
en þá það að svona snurfusa fyrir bæjarstjórnarfull kannski ekki það, allan ekki heilsuspillandi sóðaskapur, ég trúi því ekki. Nei, ég meina auðvitað, þú veist, auðvitað mikilvægt að þrífa hérna í þessu árferði sem við erum í núna og þess vegna enn mikilvægt að semja við fólki sem þrífur fyrir okkur. En ég meina, bæjarstjóri má þrífa í verkfalli, þannig að hann hefur nú gert það, hann bara geta komið hérna og þurrka af sjálfur. En segðu mér annað hérna afstæð þín þá til þetta að því að sko, Efling búin að semja við Reykjavíkurborg, en svo þessi sveitarfélög sem ég finnst sko, og ég skrifaði það hér á vefinn minn, sko, mér finnst sko afstæð þessar sveitarfélag, þar mann Kópavog, alveg ótrúlega hörð gagnvart Eflingu. Hver afstæð þín? Nú ert þú í bæjarstjórninni. Hefðir þú viljað ganga til samninga sömu forsetum og Reykjavík gerir? Ég vilja gera það. Mér finnst ekkit eðlilegt að fólk fái lægri laun hérna hinum megin við lækinn heldur en það fær í borginni. Nei. Svo þetta málið flókið líka vegna þess að núna samninganefndin búin að gera samninga, var áður búin að gera samninga við BSRB þar sem eru meðal annars fólk sem í starfsmannafélagi Kópavogs sem í sambærilegum störfum í bænum og það heldur ekki hægt að greiða þeim lægri laun heldur en nokkran eðra sem vinnur í öðru starfi hérna hjá Kópavogsbæ, sko. Þannig að þetta flókið, ég meina þú veist, það þyrfti þá að taka upp þá samninga aftur. Já, mínum að mér finnst ótækt að greiða lægri laun hér inn í borginni, en það líka ótækt að greiða lægri laun fyrir sambærileg störf innan Kópavog, sko, það nú eiginlega verra. Þannig að þetta bara... En eitthvað sem þú myndir vilja yrði laga til og svona mál væri ekki lengur á dagskrá, bara sanngirni, auðvitað bara að klára þetta og ég meina að þetta eru lægst launuðu störfinina sem við erum að tala um og bara löngu tíma bara leiðrétting á þeim. Já, en sko, ég veit ekki hvort að þú hafi bakað einhverja óvinsældir með þessu innan bæjarstjórnarinnar, en mig hefur grunum það að ekki allir í bæjarstjórninni sáttir við þig og allavega ekki Guðmundur Geirdal, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Þú svona örugglega farið svolítið taugarnar allan að pirrurnar á honum. Það getur verið, en ég hef nú samt ekkert gert annað en að segja frá staðreyndum. Hann kom sér í klandur. Já. En það sko, forsaga málsins svo að hann var með útgerðarfyrirtæki sem var gjaldþrota. Já. Og hann var hann dæmdur fyrir? Hann var sem sé með þessa útgerð og það sem ég hef gert athugasemdir við það að það fellur þarna dómur í nóvember þar sem að það raunverulega gjörningur sem hann gerir í fyrirtækinu rétt fyrir gjaldþrot sem dæmdur ógildur og það þannig að hann sem dæmdur ógildur þessi gjörningur hans, þessi 50 milljóna eða ekki? Jú, hann þetta þannig Já, hann búinn að vera með þennan rekstur þarna og bókhaldið virðist hafa verið eitthvað illa haldið utan það þarna í eitthvað tíma. Svo að eitthvað tíma þarna 2017-18 þá kemur upp að þetta lítið þannig út að hann sé búinn að vera að taka sér einhverja greiðslur út úr fyrirtækinu, ekki sem laun, sko. Þannig að það er ekki greiðslur sem eru greiddur skattur af. En þegar þetta kemur upp að þá brugðist við með því að útbúa lán, þannig að þú veist raunverulega hann hefur tekið lán með veð í fasteignina hans upp á 50 milljónir til þess að svona stemma þetta alltaf. Það aldrei greitt af þessu láni og lítur ekki út fyrir að það hafi verið nein ætlun að greiða af því. Það hangi bara þarna. Svo þegar það augljóst að fyrirtæki stefnir í þrot og þetta bara upp úr dóminum, sko. Það augljóst að að fyrirtæki stefnir í þrot. 13 dögum þarna fyrir frestdag, þá aflýsar hann þessu veði í fasteignina sem hann á og býr í. Og dómurinn kemst að því bara það sé augljóst að þessi aflýsing hafði engan annan tilgang en að koma eignum félagsins undan áður en félagið yrði gjaldþrota. Ef að þessu veði hefði ekki verið aflýst, þá hefði fyrirtæki líklega ekki orðið gjaldþrota. Þannig að mér finnst það alvarlegt. Það kom semst að undan þessu 50 milljóna króna ábyrgð. Já, gerir það. Gerir það, þannig að hann heldur húsinu sínu og þetta hefur engin áhrif á það.
Og svo fer fyrirtæki bara í þrot og þá þú veist, ekki nóg með það að þetta byggs heldur skuldar hann líka opinber gjöld í Kópavogi. Það sem sagt Kópavogsbær er einn af kröfuhöfunum í þrotabúið. Já. Og mér finnst þetta illa farið með almannafé. Já. Og þetta, þú veist, og það er alvarlegt þegar kjörinn fulltrúa er að ræða og þess vegna óska ég eftir því að forsætisnefnd bæjarstjórnar sem hefur það hlutverk að taka afstöðu til hvort að bæjarfulltrúar hafi brotið siðareglur sem við höfum. Ég óska eftir afstöðu þeirra á því og forsætisnefndin vísar þessu til siðanefndar sambandsins. Sambandsins sveitarfélaga? Já. Já. Og þau svara svo og segja að þau geta ekki tekið afstöðu til þess vegna þess að siðareglunar segja bara, þau fjalla bara brot í störfum sem kjörinn fulltrúi. En þar sem að hann gerir þetta, nei, þú veist, hann gerir þetta raunverulega ekki með bæjarfulltrúa hattinn sinn, heldur bara sinn persónulega Hver höfðaðu bara. Þannig að þetta, þú veist, siðareglur okkar ná ekki utan þetta og það þetta alvarlegt líka og við það stendur nú til að endurskoða siðareglur bæjarstjórnar og ég hef nú ýtt nokkur sinnum eftir því vegna þess að mér finnst margt þar sem að þarf að gera betur. En siðanefndin sér þó tilefni til þess í svari sínu í lokin að minna á mikilvægi þess að kjörnir fulltrúar geri sitt besta til að varðveita orðspor sitt. Það er svona, mér finnst það vera pínu afstæða tekin í þessum orðum þó að þau getur þetta ekkert, já. Já, hver gerir það ekki, sko? Erum við ekki öll að gæta það í daglegri hegðun okkar að við séum ekki að skaða orðspor okkar? Maður skildi ætla. Eiginlega bara innifalið í boðorðunum einhvern veginn, sko. Maður skildi ætla. Já. Þannig að mér finnst alvarlegt að þú veist, ekki nóg með það hann sé bæjarfulltrúi þarna fyrir Sjálfstæðisflokkinn heldur hann líka formaður velferðarráðs Kópavogs. Já. Þannig að hann yfir öllum velferðarmálum í Kópavogi og sama tíma og hann á að vera að útdeila peningum úr sameiginlegum sjóðum okkar til velferðarmála, að þá hann ekki að standa skil með sitt í þessa sameiginlegu sjóði. Og núna til dæmis staðan þannig í Kópavogi að það verið að hafna öllum nýjum umsóknum NPA-samninga á árinu vegna þess að potturinn bara búinn í ár, í mars. Og þannig að það þarf að hafna svona beiðnum mjög mikilvæga þjónustu, bara algjörlega, þetta snýst bara mannréttindi. En auðvitað þurfa að vera til peningar, en þegar að fólk borgar ekki í sjóðinn, þú veist, þá þetta til minni peningar, þannig að þú veist, mér finnst þetta að vera algjör hagsmunaárekstur. Ég vil aðeins stoppa á þetta. Þetta segja þessi að NPA-samningar verði ekki gerðir nýir, en þeir sem búið að gera þeir væntanlega gilda. Já, auðvitað, já. Jú, allar umsóknir aukning og nýja samninga, það bara ekki hægt að samþykkja það út árið. Að Kópavogsbær sé það illa farinn fjárhagslega, að hann get ekki staðið við lögbundna þjónustu sem hann á að veita. Eftir því sem ég skil þetta best, já. Þetta náttúrulega grafalvarlegt mál og það finnst mér. Já. Það finnst mér. Já. Það nú eitt af því sem að ég mitt, nú erum við búin að vera að ræða aðgerðir viðbrögð sveitarfélagsins við COVID og ég lagði nú til þar mitt að það væri skoðað í samráði við ríkið að geta fjölgað NPA-samningum af því að þar eru við þetta bæði að veita þessa mikilvægu þjónustu og skapa störf í leiðinni. Og svona vega svolítið upp á móti öllum hinum störfunum sem við búum til með því að flýta einhverjum byggingaframkvæmdum og svona þessari grófu vinnu sem svona frekar kallar að sækja í. En svo reyndar bara sá ég daginn eftir að ríkisstjórnin hafði hafnað þeim svona sambærilegum tillögum frá minnihlutanum á þingi, þannig að það virðist ekki vera vilji til þess að auka neitt í þennan pott. Má ég líkja sér við það að Kópavogsbær segir bara við eigum ekki meiri peninga í skólastarfið og nýju nemendur komast bara ekki að. Já, raunverulega. Það ekki verið þannig? Jú. Í einfaldleika sínum, bara það þannig? Já. Þetta alveg ótrúlegt. En heyrðu, þegar við töluðum saman, þá var ég að nefna við þig. Ég hef áhuga að því að þú ert Pírati og Píratar í Kópavogi, þú,
hefur sem sagt kvitað upp á það að stjórn Sorpu eigi að taka ábyrgð á hvernig komið fyrir fyrirtækjum. Og meðan að Píratar í Reykjavík eru annarra skoðunar. Þetta skiptir fólk skoðun eða fyrir við bæjarlækin eða þetta bara þetta dæmigerða meiri hluti og minni hluti? Píratar Reykjavík eru meiri hluta, þú ert í minni hluta. Sko, þetta Sorpumál auðvitað bara fyrst og fremst mjög leiðilegt mál. Það leiðilegt að það sé svona illa farið með fjármuni. Sorpa lenti þarna í greiðsluerfiðleikum vegna gas- og jarðgerðarstöðvarinnar og kostnaður var vanáætlaður og það kemur þarna skýrsla frá innri endurskoðun og niðurstaðan þeirra er umverulega fyrst og fremst ábyrgðin framkvæmdastjóra þarna vegna þess að hann er ekki að upplýsa stjórn um gang mála. En stjórnin er samt ekki ábyrgðarlaus, hún á náttúrulega óska eftir. Hún er það auðvitað ekki, en það er engin ágreiningur okkar á milli, við Píratar í Reykjavík og Kópavogi erum alveg sammála um það sem að innri endurskoðun kemst að í skýrslunni líka að það er umverulega skipulag stjórnarinnar sem að er vandamálið. Og í þessari skýrslu leggur innri endurskoðun til að það sé endurskoðað og það sé tekið út þetta ákvæði sem er í samþykktinni fyrir Sorpu að það þurfa að vera kjörnir fulltrúar í stjórn. Þarna færi til dæmis mun betur að mínu mati bara að vera með fagfólk í stjórn sem að hefur þekkingu á málaflokknum, reynslu af stjórnunarstöðum, þekkingu á góðu stjórnarháttum. Og við erum alveg sammála um það. Það er fyrst og fremst þetta stjórnarform sem er meingallað. Ég er alveg viss um það að þessir einstaklingar sem eru í stjórn þarna, þau voru öll að gera sitt besta, bara vinna þetta eftir bestu getu, en þau eru auðvitað ekki sérfræðingar, hvorki stjórnarsettin né Sorpu. En þetta, þegar þau eru ekki að sitt besta, það bara er einfaldlega ekki nóg. Ég held að þetta, fólki líti fyrst og fremst á þetta sem svona spost, það sé komið þarna inn, að það fái þarna aukagreiðslu fyrir, og ég held ekki bara þarna. Ég held að bara mjög víða í opinberu kerfi það þannig að þetta er svona einhver þetta er svona úthlutað eftir kosningar og það var þetta fyrst og fremst svona þessum tekjuöflum. Ég held að svo sé fólki hálfmeðvitað þetta á listafundunum. Ég hugsa að þetta sé nú og það eru þetta bara örugglega mjög misjafnt milli fólks hversu mikið það leggur á sig að setja sinni í málaflokkinu svona en ég meina það er alveg augljóst held ég í einhverju tilfellum þá sé það þannig. Ég meina sem dæmi eftir hrun þá fór meirihlutinn í borginni að skipa óháða fulltrúa í stjórn Orkuveitunnar eftir hún fór næstu því á hausinn hann undir stjórn Sjálfstæðisflokksins og þá var búin til eigendastefna og borgarmeirihlutinn ákvað að skipa faglega fulltrúa til þess að viðhalda stöðuleika í stjórninni og næri þekkingu á málaflokknum og svona. En Sjálfstæðisflokkurinn neitaði alltaf að fara þessa leið, hélt áfram að nota þetta sem bitlinga fyrir sína kjörnu fulltrúa. Þú ert á fyrsta kjörtímabili, er það ekki bara í þörninni? Jú, mikið rétt. Og hvernig er það? Er það skemmtilegt? Þetta er mjög skemmtilegt. Já, ég myndi nú segja svona aðalega skemmtilegt, sko. Það sem er leiðilegast við þetta er þegar maður er að eiga við fólk sem er svona bara stunda pólitík, maður er kannski búinn að eiga eitthvað samtal við það og það veit alveg og maður er sömu blaðsjö en það er einhvern veginn samt farið í að snúa út úr, þegar málin eru rædd út af við. Svona bara ekki heiðarleg samskipti. Ég er ekki vön því, það er svolítið erfitt. Hvað segir þið? Verður svolítið flokkspólitísk. Já, verður það og fer að snúast bara, reyna svona að grafa undan eða koma að höggja einhvern veginn svona, En þó að Kópavogur sé annars þessar sveitarfélagi, þá þið ekki í fullu starfi við að sitja í bæjarstjórn? Nei, það eru langflestir í öðru starfi með, hvort sem það er fullt starfi eða eitthvað nálægt í, en við getum raunverulega stjórnaði bara svolítið sjálf eftir hvað nefndum maður situr í meðfram. Þannig að ég ákvað til dæmis bara að vera bara í þessu, þannig að ég er í 3 ráðum meðfram bæjarstjórninni, velferðarráði, skipulagsráði og menntaráði. Ég hugsaði bara ég er alveg ný á pólitíska vettvangnum líka og vildi bara, geta sett alla mína orku og svona í þetta, þannig að ég er svo eina sem er inn í fullu starfi, þess vegna er ég mjög oft ein bara upp í bæjarstjórnarsal að vinna. Við erum ekki með vinnu aðstöðu en ég verð með fundarherbyggi sem við höfum aðgangað alltaf, þannig. Þú finnir þér borð og stól?
Já, þannig að ég bara hér og svo ákvað ég að taka í vetur, skráði mig hérna í opinbera stjórnsýslu í háskólanum líka til þess að svona efla bara þekkingu á stjórnkerfinu svona sem að voru mjög gagnlegt og fróðlegt. En samtal okkur á mjög lengra en hérna þetta voru mjög gaman að tala við þig, Sigurbjörg Já, sömuleiðis. Og þakka kærlega fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis, bara hvernig sem er. Já, bless. Já, ágætu áhorfendur, þetta var viðtalið við Sigurbjörgu Erlu Egilsdóttur, bæjarfulltrúa í Kópavogi. Það var mjög forvitnilegt sem hún sagði. Mér finnst eiginlega, sko, það sem ég vissi ekki áður var þetta með að sé verið að skerða NBA-þjónustu hjá bænum. Það eitthvað sem þarf að fylgja eftir, við fylgjum kannski með því á vettvangi í bæjarstjórnarinnar. Það er alltaf opið, fundargerðirnar. En þættinum er þá lokið núna að við verðum hér aftur í fyrramálið sæla sinni.